Nú ætlum við að kíkja aðeins á jöfnur. Jöfnur eru stæður þar sem við erum með samasemmerki, en ég ætla að byrja á frekar flóknum jöfnum hérna og fara frekar hratt yfir þetta. Ef að þið viljið skoða þetta betur og fara hægar yfir, þá mæli ég með því að þið skoðið myndböndin sem eru í spilunarlistanum fyrir 9. bekk. Stærðfræði myndböndin þar. Þið finnið link inn í jöfnu myndböndin hérna fyrir neðan líka. Þar fer ég miklu hægar yfir þetta og útskýr þetta mikið betur. Ég ætla að byrja bara. Við byrjum á að margfalda inn í svigana hérna, eins og við vorum að gera í stæðunum. Og þið munið að breyta formerkjun inn í sviganum þegar við fellum niður svigan, af því það er mínus fyrir framann. Svo drögum við saman, mínus 2x mínus 10 er jáft og mínus 14 mínus 2x er jáft og pluss 10 pluss 10 mínus 4 delt með mínus 2 delt með mínus 2 x er jáft og 2. Sama hérna megin. Þetta á nú að vera í öðru veldi svo að dæmið gangi aðeins betur upp hjá okkur. Ég ætla að byrja á að skrifa bara svigan eins og þeir eru. Og svo byrja ég að margfalda saman svigana. Svo fyrir við að draga saman. Mínus upsilon í öðru, dettur þetta út, þá verði ég að gera mínus upsilon í öðru hérna megin. Þá dettur það líka út hinum megin. Fyrir ekkar handægt. Því það einfaldar jöfnuna mjög að losna við annað veldið. Svo eru hérna 2 upsilon og 2 upsilon. Þá þurfum við að gera mínus 3 upsilon hér. Plús það víst, því að það er mínus hérna, plús 3 upsilon. Þetta dettur út og við erum komin í 7 upsilon. Mínus 4, dettur út hér. Delt með 7. Ef ég ger þetta hratt, kíkið á 9. bekkjar myndböndin. Hérna erum við með aðeins öðruvísi jöfnu, því hér eru deilingamerki. Það flækir þetta svolítið, en við þurfum að finna samnefnaran og margföldu með samnefnaran. Samnefnarinn er 15 og þá þarf ég að margfalda með 15 beggja vegna. Það þýðir í raun og veru að ég margfalda allstaðar með 15. Það margfaldi með 15 hér og hér. En þá styttist þetta út. Ef ég stytt út 3 á móti 15 þá verður 5 eftir. Og ef ég stytt út 5 á móti 15 þá verður 3 eftir. Þannig ég margfalda með 5. 5 sinnum x er x. Mínus 3x er jáft og 150. Því við verðum að muna margfalda hinum megin við jafnaðarmerki líka. 2x er jáft og 150. Þetta er bara einföld jafna. Og ég kom með lausn. Sama hér. Sinnum 12. Nú bý ég ekki til sviga eins og áðan. Það er raun og veru bara þess að sýna ykkur af hverju ég gerða. Maður er fljótar að leysa þetta í raun og veru svona. 9x mínus 8x er jáft og 24. X er jáft og 24. Þannig fæ ég strax svar. Hérna erum við búin að lengja þetta aðeins. Þetta er að svipa dæmi sjálfu sér. Samnefnarinn hérna er 12. Styttum út. Hér sittum við eftir með 4. Hérna sittum við eftir með 3. Hérna sittum við eftir með 2. Núna þarf ég hins vegar að passa mig. Nú er allt farið undir strikinu. Að margfalda 4 með öllu sem er upp á strikinu. Það ger ég með því að setja sviga utan það. Svo margfalda ég inn í 4a mínus 4 pluss 3a mínus 6 er jáft og 2a.
Og nú bara þarf ég að einfalda. Hérna eru a, ég er með 7a hérna megin, mínus 10 jafnt og 2a, pluss 10 pluss 10, til að losna við þennan mínus hérna, og mínus 2a, losna við þetta, 5a er jafnt og 10, deilt með 5, x er jafnt og 2. Enn og aftur, ef að þið eruð í vandræði með grunn reglurnar í jöfnunum, kíkið á 9. bekkjar myndböndin, þar eru þau útskýrð mjög vel. En þá er þessu lokið.